Þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Til mín í sófann eru komnar 2 verkmenntaskólastúlkur. Þær Þórunn Ósk og Harpa Lísa. Er þetta ekki rétt hjá mér? Jú. Velkomnar. Já. Heyrðu, mér langaði svo að forvitnast aðeins. Ég sá að þið eruð að fara að endurvekja skólablað skólans, Mjölni. Hvað kom til? Hvernig datt ykkur það í hug? Okkur fannst bara að vera komin tími til þess. Þú veist, það var ekki búið að koma neitt blað síðan við byrjum í VFMA og fannst bara mjög leiðilegt. Já. Svo systir mín sem var í verkmenntaskólanum, hún var alltaf að segja skilu hvað það hafi verið gaman þegar blaðið kom út og þannig að við sáum bara auglýsingu og ákváðum bara henda okkur í þetta. Eftir hverju var auglýst? Bara manneskjum til að gefa út blaðið það? Það var bara auglýst í öllu, þú veist, það var verið að bara kjósa í nýja stjórn og bara allt. Já. Og skólablað sem nefnt þá. Já, skólablað og kvikmyndafélag og leikfélag og hagsmunaráð og allt það. Þurftuð þið að berjast fyrir að fá kosningu eða voruð þið einu sem að buðu sig fram eða hvernig var þetta? Við vorum einu sem buður okkur fram, en við gáum nammi og hitt og þetta. Já, ok, það var kosningar bara Já, það var það. Frábært. Og hvernig sjáðu nú fyrir ykkur að vinna þetta blað? Er þetta ekki mikil vinna fyrir ykkur þá fyrir utan skóla? Jú, þetta er mjög mikil vinna. Miklu meira en maður hélt, sko. En við erum alveg komna með 3 stelpur til að hjálpa okkur. Já, gott að virkja fleiri. Já. Nauðsynlegt. Já, við tókum bara vinkonur okkur. Já. En já, við erum ótrúlega spenntar og við strax byrjað að skrifa bara fullt af einhverju. Já, þið skrifið bara þá sjálfar í þetta og takið myndir og þurfið að safna einhverjum svona styrkjum, ætlaði að reyna að fá styrktaraðila í þetta. Við erum alveg búin að senda alveg nokkra pósta og erum bara að bíða eftir svörum. Já. Þetta er rosalega dýrt dæmi, sko. Já. Já, kostar svolítið. Já. En hvað ætlið að fjallum? Er þetta ekki aðeins svona lífið í skólanum? Já, við erum að reyna að gera þetta svona eins spennandi og við getum gert fyrir nemendur í skólanum. Bara þetta meira svona fyndið og djók og... Og hafa svona svo að allir, þú veist, okkar aldrei finnst skemmtilegt að lesa þetta. Já. Og eitthvað svona... Þetta er bara eitthvað svona date-hotn og eitthvað svona alls konar gaman, skiljum. Erum við að taka viðtöl við samnemendur eða... Já. Jafnvel starfsfólk? Og við kennara, já. Við tölum með einhverja. En svo fyrir utan þetta, þá þið svolítið mikið í félagsmálum öðrum bara, það ekki? Þú varst að segja mér að það hefði verið í Selmu og Gutta, það var kannski ekki beint í skólanum, var það ekki í sumar? Jú, það var í sumar. Ég var línaði lánsokkur. Já. Og hafið þið tekið þátt í fleiru í skólanum, svona félagsstörfum? Já, ég var í litlu hryllingsbúðinni fyrsta árið mitt. Já. Ég var í ástakörunni í fyrra. Já. Er alveg nóg tími til að læra? Nei. Eiginlega ekki. En haldið þið að útskrifist í vor? Við vonum það. Já. Við erum að reyna. Já. Við nýtum tíman mjög vel. Já. Mjög vel. Það er líka margir sem segja að það að taka þátt í svona félagsstörfum, það sé bara líka skóli. Það sé bara alveg jafn mikilvægur skóli og námið ykkar. Bara sem betur fyrir þá erum við ekki í fullum skóla. Já. Þannig við höfum alveg smá tíma auka. Og eru þið ekki sammála því að þið lærið svolítið mikið af þessu stúsi líka? Alveg. Virkilega mikið, sko. Mjög mikið, sko. Þetta er bara... Þetta er klika, sko. Þetta er svaka vinna. Allt sem þið þurfið bara að komast að svona með því að reyna það. Já, en það er ótrúlega fínt. Kennararnir í VFM eru yndislegir og þú veist, þeir eru alltaf að hjálpa okkur eitthvað, skilurðu. Já. Hafa þeir skilning á að þið kannski náðu ekki alveg að skila öllu á tíma ef það er eitthvað mikið að gera hjá okkur? Já, klárlega. Þú veist, það finnst þetta svo gaman að við erum að vekja skólablaðið. Þannig að það er allir til í að hjálpa okkur. Kennarar og starfsfólk er líka svolítið spennt fyrir blaðinu. Já, nefnilega, sko. Það er geggjað, sko. Vitið eitthvað hvenær það byrjaði að koma út? Hvað þetta er gömul saga blaðsins, þó hún sé svona slitrótt? Nei, við vorum eitthvað að skoða gömlu skólablöðin og fundum eitt frá 2000. Já. Það var ótrúlega gaman að lesa það, sko. Já. Mér veist 2000 hafi verið í gær, en það er 18 ár síðan. Þið voru kannski ekki fættar eins og eitthvað. Já, við erum fætt af 2000. Þetta var ótrúlega fyndið. Bara svona hvernig líka þetta hefur breyst. Þetta var ótrúlega gróft blað. Þetta var ótrúlega fyndið. Þannig að húmórinn hefur svona slípast og kannski orðið fáari með árunum, sýnst ykkur? Já, ég held að við myndum ekki komast upp með þetta alveg. Nei, ég held ekki. En við erum að reyna að fara svona milli línana. Muni einhver ritskoða blaðið ykkar eða eru það bara þið sjálfar? Já, við erum komið með Pétur sem er viðburðarstjórinn í VFM, hann ætlar að gera það fyrir okkur. Og svo ætlar Óskar Þór að fara, þú veist, yfir stafsetningu og svona. Já, en ef þeim finnst eitthvað að þetta er ekki birtingarhæft, þá fáið þið að heyra það frá þeim kannski. Já, en Pétur viðburðarstjóri vill hafa þetta svolítið svona, svo fólk lesa það, sko. Leifur ykkur kannski eitthvað, já, kannski. Við erum alveg sammála því. En svo voru það að segja mér að þið vissuð alveg hvað ætlaði að gera í framhaldinu. Ég held kannski að fólk var ekki alveg svona ákveða sig, en þið eru alveg ákveðnar. Við erum mjög skipulagðar. Segðu okkur aðeins hver ykkar framtíðar áform eru? Ég ætla bara að taka mér 1 ár í pásu eftir VFM og svo ætla ég bara í Háskólann á Akureyri að læra sálfræði. Já, hvað ætlar að gera í pásunni?
Ég ætla bara að gera eitthvað. Bara, þú veist, ferðast eða vinna, bara eitthvað sem ég finnst skemmtilegt. Frábært. En þú, Harpa? Ég ætla líka að taka 1 ár í pásu, bara að ferðast. Mér langar ótrúlega mikið til Flórida. Svo ætla ég í Háskólann á Akureyri í fjölmiðlafræðina. Já, gaman að því, svona í framhaldi af því að gefa út blað. Ef það verður rosalega erfitt og leiðilegt að gefa út þetta blað, ef þú kemst að því, ætlarðu þá að endurskoða þessa ákvörðun? Ég trúi því ekki, sko. Mér finnst ótrúlega gaman að gera allt svona, sko. Þannig að þetta er bara alveg, þið eru bara að koma með þetta. Já, eiginlega. En hvað, þú tókst þátt í ávaxtakörfunni, sagðirðu? Já, hún var í ávaxtakörfunni. Já, og tók það ekki dálítinn tíma svona frá námi? Jú, þetta var rosalegt, sko. Og gekk allt upp samt að lokum? Já, klárlega, þú veist, kennararnir voru ótrúlega skilningsríkir, þú veist, þannig í lokin. Já. Og þar bættust við sýningar, er það ekki endalaust? Jú, endalaust. Manstu eitthvað hvað þið sýndu mörgum sinnum? Það voru nokkrar helgar, er það ekki? Já, ég vann það ekki alveg. Nei. En þetta var allt þess virði, sko. Já. Hafið einhver tíma til að taka þátt í leikfélaginu í ár, haldið þið? Nei, ég held ekki með blaðinu. Við ætlum að sjá leikskrána fyrir samt leiksýninguna. Leikskólan? Leikskrána. Leikskrána, já. Ég taki það náttúrulega bara svona meðfram. Já. Held að það sé alveg nóg bara. Já, ég held það. Það er frábært. Ef við ekki líka bara hvetja fyrirtæki sem kannski, ef einhver sér viðtalið og þið eru að leita styrkjum, að taka vel á móti ykkur ef þið eru að leita aðstoð, fjármagnsaðstoð einhverju, eða auglýsingum. Þetta er rosalega krefjandi. Og náttúrulega mjög flottur hópur sem að mun lesa blaðið, stór. Já, það eru, hvað eru, 1100 nemendur í Vaffanum. 1109. 1109, já. Þetta er stór markhópur fyrir ýmsu fyrirtæki. Ætlum að gefa líka út, setja á kaffihús og bóksöfn og svona. Já. Eru þið búin að ákveða forsíðuna? Nei, reyndar ekki. Við ætlum bara að fá einhvern á listnámsbraut eða eitthvað til að hjálpa okkur. Bara hanna og... Bara hanna eitthvað fallegt listaverk, ekki ljósmynd. Nei. Við erum ekki svona að ákveða það alveg. Það er svo margt sem við þurfum að pæla í. Þetta er mörg horn að líta. Það er fullt af viðtölum, myndum. Já. Hvenær á fyrsta blaðið að koma út? Eru þið búin að ákveða það? Já, það er 7. nóvember. Já. Það verður stórkostlegur dagur í Vaffanum. Já. Stefnið á fleiri eintök? Við ætlum að gefa 2. Já, eitt á hvori önd. Já, svona text. Við erum alltaf að reyna. Já. Já. Það væri náttúrulega alveg magna. Já. Við erum líka með svo ótrúlega margar hugmyndir. Ég held að við komum ekki í eitt blað. Nei, held ekki. Hvað eru að tala um þykk blöð? Vitið þið eitthvað? Svona 50 blaðsir. Já. Já. Stútfullt af fróðlegu efni. Já. Lærdómsríkt efni. Já. Það er bara gangi ykkur svakalega vel og gangi ykkur vel að finna efni í blaðið og virkja fólk með ykkur. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma í þáttinn. Já, bara minnst það var. Bjóða okkur.